Jæja, Eldur minn, hvað segirðu gott í dag? Ég segi bara ljómandi gott en þú. Ég er bara, já, ég er nokkuð góður. Eins og ég var að segja þér áðan, ég er aðeins búinn að vera, ég verð nú ekki, fer nú ekki oft í svona tilfinningalegt uppnám, en ég er búinn að vera svolítið út af flóðunum hérna á Spáni. Það er, Já, þetta er svakalegt. Ég er búinn að fylgjast aðeins með þessu og þetta er náttúrulega bara, já, fyrir að fyrst er rosalega sorglegt en svo náttúrulega skilur maður líka reiðina sem er að krauma. Ég las þarna daginn að það er búið að taka alveg fleiri tuga stífluna sem hafa kannski verið til þess fallnar að koma í veg fyrir eitthvað að þessu já, og það það voru hafi verið gert það var gert af frá skipum frá Evrópusambandinu, er það rétt? ekki beint skipun frá þeim, heldur það er eitthvað átak í gangi sem að, hvað varðar þessar stíflur og flóðagarða og annað. Það er eitthvað átak í gangi í Evrópu að fjarlægja Já, sem mest af svoleiðis til að lífríki ferskvatns geti notið sín sem best. Og einmitt. Spánn hefur fjarlægt næstu því jafn mikið bara á árinu 2021 og næstu því jafn mikið á öll hin ríkindi samans. Einmitt. Og það voru einhverjir sem vöruðu við mögulegum afleiðingum þess hér á Spáni að gera þetta og mættu daufum eyrum eins og oft áður þegar lögslagsköltið þarf að fá sitt Já, þá, þá er því miður ekki hlusta mikið á kvartanir, en hvort að það er nákvæmlega ástæðan veit ég ekki, en ég veit líka að nei, spænska veðurstofan var búin að gefa út aðvaranir stórflóðahættu sem að bárust íbúum á svæðinu ekki fyrr en 8 tímum eftir að fyrsta flóði kom og 10 já, tímum eftir að þeir gáfu út þessa viðvörun. Spáði því. Það er allt brjálaði. einmitt. Já. Þannig að ég ætla bara, og þú veist, nálæðin við mann, ég held að fólk bara ekki gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta er í mikilli nálægð við Íslendingasvæðið, sko. Þetta er bara Nei, eins og einmitt. Akureyri Húsavík, sko. Já, það er nefnilega málið, sko. Ég veit það sjálfur, ég á náttúrulega fasteignarnar nálægt líka. Já. Já, það Þannig er að, ekki margt sem að gefa mér í uppnámi, en þetta að þurfa að horfa á þetta og hvað fólk var nánast bara myrt af yfirvöldum, það verður gaman að fylgjast með já, hvað kemur í framhaldinu. já, það verður fróðlegt. Það hlýtur að vera þannig að einhver þarf að bera ábyrgð á þessu og axla ábyrgðina. Það hlýtur að koma að því. Ég allavega að verður fróðlegt að sjá hvað kemur út í því. Ég er búinn að fá aðila sem er einn sem stendur fyrir þessu mótmælum til að spjalla um mig. Frábært. En þú ert búinn að standa í Já, kosningabaráttu. já. Hvernig gengur þér? Vá, þetta gengur bara, ég vil bara segja að þetta gangi ljómandi vel, þannig séð. Uh, þetta er náttúrulega svakaleg vinna, miklu meiri vinna heldur en maður kannski gerir sig grein fyrir. Ég hef bara ekki stoppað í margar vikur, sko, og já, ég kvarta nú svo sem ekki, því að þetta er svakalega gaman og maður hittir rosalega mikið af nýju fólki og það er alveg bara ótrúlega margt sem maður lærir. Þú veist, bara hlutir sem maður kannski ekki er að velta fyrir sér daglega og já, kannski viðfangsefni sem þú spáir kannski ekkert svakalega mikið í dagsdaglega en náttúrulega verður að byrja að spá í og fræða þig ef þú ætlar að vera kjörinn fulltrúi fólks. Þannig að jú, það er ótrúlega margt sem er komið í reynslubanka núna, alveg nú þegar, sko. Hvernig er þetta með ykkur frambjóðenduna? Hafið þið leyfi til að, nú ætlum ég bara að spyrja alveg beint út, því að ég sé svo marga að falla í þessa gryfju og fólk sem kannski sem að veit stundum í sumum tilfellum alveg hverjir eru og hvað þið vita og hvað ekki. Þurfa Eins og við tveir, frambjóðendur að við þykjast þekkjumst vita alveg, allt. sko. Hvað segir þið? Já, já, sko, sumir eru ekki með jafn stóran punkt á aðrir, það er alveg augljóst. Um, hérna, jú, það hefur alveg verið, sko, ég hef alveg verið, sko, lent í því að lenda í svona smá gatekeeping, sko, Hvað meinarðu með því? en
þá hef ég nú bara yfirlegt sagt, sko, er það ég eða þú sem ert í framboði? Þú veist, það er ástæða fyrir að maður fer í framboð og ég er ekki í framboði til þess að fela mig eða fela mína skoðanir, sko. Já, já. Ég er í framboði einmitt til þess að koma þeim á framfæri og sjá hvort það hljóti hljómgrunn meðal almennings. Það er nú það sem lýðræði snýst um. Mér finnst þetta stundum gleymast og en ég hef nú svona fengið tiltölulega frítt spil þannig séð. Ég reynir náttúrulega að koma því líka þannig fyrir að ég sé kannski ekkert endilega að koma einhverju öðru fólki í vandræðum. Ég meina, ég er með mínar skoðanir, þær fá að rúmast innan þessa flokks og jafnvel innan fleiri flokka ef úti það er farið. En sem ég segi, ég meina, lýðræði snýst það, við skiptumst á skoðunum, við ræðum hugmyndir og við veltum þeim upp með almenningi í almannarýminu og svo náttúrulega bara stendur maður eða fellir með þeim. Mér finnst það bara að vera tiltölulega augljós og heiðarleg nálgun á lýðræðið, sko. Hvernig finnst þér vera tekið í hérna hjá okkur í lýðræðisflokknum í þínu kjördæmi? Já, sko, nú fór ég allt kjördæmið þegar við vorum að safna meðmælunum sem, sko, fyrir að fyrsta þá er það raun að vera ótrúleg vegferð sem lýðræðisflokkurinn hefur farið. Við erum, ég held að það sé 8. vikan frá stofnun flokksins sem er að fara að ganga í garð núna eftir helgi og það að hafa náð, sko, að safna meðmælum til þess að fá listabókstafinn og sko, manna lista í öllum kjördæmum og fá meðmælin á þessum ótrúlega skömmum tíma. En það hafðist og ég fór til dæmis bara persónulega á ferðum allt kjördæmið í meðmælasöfnun og byrjaði í Skagafirði og vann mig svo bara niður allt kjördæmið, sko. Nema í meðmælasöfnuninni þá fór ég ekki vestur á Firði en ég fór náttúrulega vestur á Firði eins og þekkt er núna í pallborðsumræður hjá Innviðafélagi Vestfjarða og hjá Menntaskólanum á Ísafirði sem var bara ljómandi gott og lærdómsríkt fyrir mig. Þannig að þetta er búið að vera bara ótrúlega spennandi og ótrúlega gefandi. Já, og þetta hefur gengið vel og sko ég ætla bara að lýsa því yfir hér og nú að það er ekkert að marka þessar skoðanakannanir sem er verið að gefa út. Fyrir að fyrsta er úrtakið lítið, svarhlutfallið er mjög lágt. Við erum kannski að sjá úrtak sem er kannski 1400–1500 manns með svarhlutfall sem er kannski 45–50%. Þannig að ég held að þetta sé allt galopið og þú veist alveg jafnvel og ég að skoðanakannanir eru því miður skoðanamyndandi og þess vegna er nú kannski hagsmunir kannski líka að kaupa þessar kannanir með þéttu millibili. Já, ég sá að það var einhver einmitt að benda á það eins og með maskínu og eitthvað, það var skráð til að taka þátt í þeim og eitthvað svoleiðis og þar hefði í forsetakosningunum hefði ákveðnir frambjóðendur verið að hvetja fólk til að mæta og skrá sig og þeir mældust miklu hærri þar heldur en kom svo upp úr kössunum. Sko. Já, það er rosalega mikið svona Evrópuhreyfingar lykt af þessum skoðanakönnunum, sko. Maður hefur alveg séð þetta í öðrum löndum gerast líka skömmu fyrir þingkosningar og annað, þannig að ég tek þessu með miklum fyrirvara, sko. Ég held að besta dæmi hljóti að vera nú frá Bandaríkjunum að sem að hún Kamala mældist nú sigurstranglegri heldur en Trump. Já, þetta er búið að vera svona í nokkur ár, ég meina þú sást að líka þegar Bretar voru að kjósa útgöngunni úr Evrópusambandinu þá voru alla skoðanakannanir sem bentu til þess að Bretar ætluðu sko ekkert að fara að yfirgefa sambandi og það var sko mikill meiri hluti sem vildi vera í Evrópusambandinu og svo var Clinton að fara að rústa Trump manstu 2016, alveg bara eins og ekkert væri sjálfsagðara sko. Og við erum bara pínulítið þarna ennþá og þegar kemur að þessum könnunum, gæði skoðanakannana er bara nánast ekkert. Það er bara því miður staðan. Þannig að við höfum ekkert verið að velta okkur upp úr því. Ég meina og sér það að
og sér bara til dæmis á milli kannana, þá eru sumir flokkar að sveiflast á milli 4-5% á milli kannana. Við stöndum í stað þarna með 1-1,5%, en ef það er svona mikið flökt á fylgjunni, menn af hverju höfum við þá til dæmis ekki verið að mælast með 4-5, skilur við á milli kannana eða neitt? Þetta meikar engan sens. Nei, ég vona nú að þið náið ykkur inn á þing og ég verð að segja alveg svo Já, við skulum vona að við náum yfir þröskuldin og við náum kannski 3 mönnum að þing. Það væri mjög góð staða fyrir okkur. Og ég er náttúrulega í mjög erfiðu kjördæmi, þannig að ég er ekki að sjá neitt fram á það að ég verð kjördæmakjörinn eða neitt þannig. En auðvitað vona maður það. Ég meina en ég er ekki alveg að sjá það gerast. Við erum með 7 þingmenn, 6 kjördæmakjörna og 1 jöfnunarþingmann, þannig að þá sérðu það til þess að ná kjöri, þá þarftu næstu 12-13% fylgi að minnsta kosti. Á landsvísu eða? Nei, í kjördæminu. Já, það er allavega Þannig að það er alveg á bröttan að sækja fyrir okkur flesta sem eru í framboði, sko. Þannig að sér það, við erum bara 6 kjördæmakjörnir og eins og staðan er núna, eins og staðan var úr síðustu kosningum, þá er Framsókn með 3 þingmenn. Það lítur nú út fyrir að þau allavega missi 2. Ég er ekki alveg að trúa því að Framsókn detta alveg út á þingi, þó að þeir megi alveg detta út á þingi fyrir mér. Ég mun ekki sakna þeirra, ég mun ekki grenja þá, sko. Nei, mér finnst, ég skil ekki alveg, ég verð að segja alveg svo ég var nú aðeins að, ég er nú ekki mikið að fjallum pólitík svona yfir höfuð. Ég hef gaman að tala við, ég hef lent að tala við sumar sem er í framboði, ég var að tala við Jóhannes Loftsson, hann mikla meistara daginn. Já, hann er góður maður þá. Ég er alltaf líka vel við hann og bara líti á hann sem bara ágætis vin. Já, ég þekki hann ekki persónulega, en ég ber rosalega virðingu fyrir því hvað hann stóð strax í lappirnar þegar allt gerðist og svoleiðis mönnum sem eru búin að nú einu af stærsta ástæðan fyrir ég ber svona mikla virðingu fyrir þér, það er að þú ert búin að standa í lappirnar gagnvart þessu költi sem að er að ræða frá fyrsta degi. Það er svona sá strax í gegnum það. En mér langar sorry, haltu áfram. En þetta er ekkert bara að gera þetta að synda svona ofboðslega hart og lengi á móti straumnum, sko. Það sem er kannski að pínu sorglegast að synda gegn þessum straumi sem ég syndi, og það er náttúrulega þetta hinsegin samfélag og annað, sko, að þau eru alltaf að tala, sko, einelti og jaðarsetningu og þess aftar, en þau eru alveg tilbúin til þess að jaðarsetja mig og skoðanabræður mína innan hreyfingarinnar vegna þess að við erum ekki tilbúin að toga þessa línu. Já. Og ég meina, það getur alveg tekið sinn toll á fólk, og ég alveg viðurkenni það líka hefur alveg tekið toll á mig, en maður bara passar það að hvíla sig vel inn á milli og svona. En já, þetta er ekkert einfalt. Ég ætlaði nú að myndu mig á það, við skulum bara taka það fyrst svona, mér langar að segja, ég ætlaði að segja var að ég er nú ekkert almennt mikið að fjalla pólitík svona, en það koma mál sem ég hef ofboðslega sterkar skoðanir á, og eitt af því er hún Þórdís Kolbrún sem hafði nú vitað að drulla sér úr þínu kjördæmi, og ég ef að hún er að fara að taka við formennsku af Bjarna, ég trúi varla öðru en að það verði bara dauði flokksins. Ég er ekki að sjá, ég bara, sko, ef það er staðan í Sjálfstæðisflokknum, þá er náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn bara í mjög hægfara pólitísku sjálfsmorði, en það er náttúrulega eitthvað sem þessi flokkur verður sko, Sjálfstæðisflokkurinn verður náttúrulega að ákveða þetta, en þú sér það að lýðræðisflokkurinn verður í raun og veru til vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í raun og veru fjarlægði, sko, Sjálfstæðisflokkurinn yfirgaf sjálfstæðismenn og fólk sem vill standa vörð sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Það er kannski ekki alveg rétt nálgun að segja að þetta fólk hafi yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn, því að flokkurinn yfirgaf það. Og
og það náttúrulega vita allir að Arnar og jú, ég að sumu leyti líka og þú veist, vorum að daðra við miðflokkinn lengi vel og það er margt gott í miðflokknum, ég óskaði einskis ills. Þetta er mikilvægur flokkur í íslensku stjórnmálum í dag og ég vona að sama skapi að við kannski náum að verða álíka, kannski, þú veist að við náum að verða álíka valkostur líka. Sko miðflokkurinn búinn að tala rosalega mikið fyrir kosningar, ætla að fara til hægri og til hægri, mér finnst hann ekki hafa farið nógu langt til hægri. Þetta er svona pínu miðjumoðinn sem maður kallar þetta oft á tíðum og ég svona er ekki ennþá búinn að átta mig á því hvort þetta sé bara einhver kosningagimmick í gangi. Ég á eftir að sjá hvað gerist eftir kosningar sko. Mér fannst nefnilega orðræðan hjá miðflokknum mjög aðlaðandi fyrir, þú veist, áður en kosningabaráttan byrjaði, áður en þing var rofið. Mér finnst að hafa mixt ansi mikið í kosningabaráttunni, þannig að ég er ekki alveg eins sannfærður að þeir þori þú veist, að þeir þori almennilega gegn þessu vóki eins og þeir sögðust ætla að gera, skilurðu? En sko Þórdís Kolbrún, hún er komin í einhverja mjög skrýtna vegferð, bæði þegar kemur að hvernig hún tjáir sig á samfélagsmiðlum og mér líður bara eins og ég sé að horfa á eitthvað stríðsherra tjá sig þegar hún er að fagna því að nú sé bara langdræga flaugar að drepa fólk í Rússlandi og svona. Þetta hugnast mér ekki og við í flokknum mínum, við erum algjörlega á móti öllum vopnakaupum og við viljum helst bara vera Sviss norðursins, sko. Við viljum bara vera hlutlaus, við viljum vera friðelskandi þjóð, sko, til dæmis að búa að bjóða okkur á fundi núna með Ísland, Palestínu og þetta. Við kærum okkur ekki að fara á þessa fundi, þú veist. Þetta eru deilur sem koma Íslendingum í raun og veru ekkert við erum ekki að fara að breyta neinu þarna og við höfum öðrum hnöppum að hneppa, þannig að við viljum helst bara sem lítið sem ekkert skipta okkur að þessu. Já, ég ætla bara sko, ég veit þetta hljómar kallrembulega en þetta er ekki meint þannig, heldur þetta meira svona sko, þetta er svona skot á hversu slæm frammistaðan hennar hefur í rauninni verið. Mér finnst eins og Þórdís Kolbrún sé að reyna að endurvekja mýtuna það að konur séu mikla tilfinningaverur til að vera í stjórnmálum. Ef ég var alveg hreinskilinn. Það að manneskja geti á Íslandi geti tekið þá ákvörðun og verandi sko sleikjandi upp Zelenski persónulega á samfélagsmiðlum að hún geti tekið þá ákvörðun að því að hún er þessara persónulegu skoðunar að loka sendiráði Íslands í Rússlandi þegar ekki einu sinni Úkraína hefur lokað sendiráði sínu í Rússlandi ef ég man rétt. Það hefur engin önnur þjóð lokað sínu sendiráði, rússneska sendiráði nema við. Ég skil ekki þetta glapræði og þetta sko Rússar hafa aldrei verið Íslendingum óvinveittir. Sko, fyrsta sendiráð Þvert á móti meira að segja. Þvert á móti, ég meina ég held að Rússar, ef ég man rétt og ef ég er að fara rétt með söguna, þá voru Rússar fyrstir til þess að opna sendiráð á Íslandi að mig minnir árið 1941. Það áður en Ísland verður lýðveldi og þetta var bara hluti af, þetta var svona einn svona hvað maður kalla, einn svona kubbur eða púsluspil í okkar sjálfstæðis baráttu að við fengum erlent ríki sem opnaði sendiráð. Við verðum náttúrulega lýðveldi 44 þegar hefur eitthvað bjátað á hjá okkur eins og til dæmis í hruninu þá voru Rússar sem meðal annars réttu út hjálparhönd og ég meina þeir hafa aldrei gert okkur nokkurn skapaðan hlut. Ég skil ekki þessa rússafóbíu sem hefur náða að grassera á Íslandi. Ég átta mig ekki á þessu. Mér finnst þetta vera líka þessi ákvörðun náttúrulega, hún hefur afleiðingar að sko það fór þarna eitt fyrirtæki á Akranesi bara beinlínis á hausinn. Já.
Er það ekki fyrirtæki sem átti mikil og viðskipti í Rússlandi? utanríkisráðherra, býttu þú dast út? Já, sorry, ég ætla að segja, er það ekki fyrirtæki sem átti mikil viðskipti í Rússlandi? Jú, mikil ósköp og mikil ósköp og það náttúrulega fer á hausinn vegna þess að það náttúrulega kemur þetta bann. Þannig að hún í raun og veru rústar þessi fyrirtæki í kjördæminu sínu, á sínum heimaslóðum og svo hefur hún ekki, já, hvað á maður að segja? Svo hefur hún ekki bara heiður að leggja frammistöðu sína í dóm umbjóðanda sinna í Norðvesturkjördæmi því að það hefði náttúrulega verið augljóst að hún hefði þurft að endurnýja umboð sitt þar. En nei, það þorir hún ekki. Því hún veit alveg hvernig það færi og Sjálfstæðisflokkurinn veit alveg hvernig það færi. Færi hún í fyrsta sæti í Norðvesturkjördæmi þá myndi Sjálfstæðisflokkurinn hugsanlega ekki einu sinni ná mann á þingi í kjördæminu. En núna þá er lyfjasalinn komin í fyrsta sæti og þau ná kannski einum. Hver er það? Hann heitir Ólafur, bara fínn karl sko. Já, Hann er apótekari í apóteki Vesturlands. Ég þekki ekki til hans en eins og segi, ég er nú ekki vanur að vera eitthvað að skipta mér af svona í umræðum nema ég hafi afburðasterkar skoðanir á því. Ég þekki ekki rosalega mikið til hans en svona aðeins og þetta er ágætis maður og það sem ég best veit og hef séð sko. Sko, já, ég ætla bara að segja aftur með þetta dæmi að mér finnst hún bara að vera með þessu að liggur við, að mér finnst eins og hann sé að reyna að endurvekja þá mýtu að konur séu mikla tilfinningaverur til að standa í stjórnmálum því að hennar persónulega skoðun á ekki að gefa henni völd eða staða hennar til að taka þessi ákvörðun og þetta er líka upp á sitt einstæði. Þetta er rosalega hvatvíst og þetta er svakalegt gönurhlaup að tjá sig svona. Já, bæði hvernig hún tjáir sig og þessi ákvörðun, sko, þetta er ekki stuðningur við Rússa í þessari deilu eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara að vera að sýna að þarna er hún að setja sínar sterkur tilfinningar og hún er greinilega með mjög sterkar tilfinningar því að hún, sko, hún er, ég hugsa ef hún gæti, ég ætla bara að taka ógeðslega sterkt til orða, þá er hún líklega sjúgandi Zelenský þarna á samfélagsmiðlum, sko, ef hún mögulega kemist upp með það. Já, ég segi bara sér vill. Já. Svo sterklega gengur hún fram og þetta með að hún geti látið sína persónulega tilfinningar, mögulega gera það að verkum að henni sé drullu sama hvað sé bestur í þjóðina heldur eigi hennar álita gilda. Mér finnst það bara að vera fáránlegt, algjörlega fáránlegt. Ég hef rosalega sterkar tilfinningar á þessu máli. Já, en það verður spennandi að sjá hvort að forsetinn okkar skrifar undir þessi vopnakaup og annað þegar þess að núna er bæði búið að afhenda henni undirskriftalista gegn þessum vopnakaupum og annað sko en ég gerum alveg fyllilega grein fyrir því að hún spila nú bara þetta spil eins og hinnir sko ég veit ekki alveg hvað ég á að segja sko maður einhvern veginn sko, byrjar að skilja þetta pólitíska landslag aðeins betur þegar maður komið fótinn svona aðeins inn í þetta. Þannig að þetta er meiri tík en þessi pólitík. Já, við gætum líklega eitt öllum þættinum í að ræða þetta Rússa áróðustríð og hvernig það virkar og hver mun, ég hvet fólk hins vegar til að bara áður ég lík því, þá er ég hvetja fólk á þess að segja þeim hverjir munu sjá endurbyggingu í í Úkraínu eftir stríð og hvers vegna það er í þeirra þágu að sem mest af Úkraínu sé lagt í eyði og þar af leiðandi stríðsrekstur vari sem lengst þar. Þannig að við vonum bara að Trump bindi enda á það, leið hann kemst í embætti. Já. En þú myndist á það áðan með ákveðina aðila og hvað var það aftur með að ykkur hefur verið ýtt til hliðar og því jaðar setti svolítið í samtökunum 78 meðal annars út af skoðunum ykkar. Já. Ég var að lesa grein eftir góðan vin okkar Örnu Magneu Dangs á Vísi, þar sem var verið að segja frá því að fólk væri myrt vegna þess hver þau eru.
var þar að vísa í transfólk já. og Við ástæðan heyrum þetta hverjum einasta nóvember. hver meinsta nóvember, er það ekki Trans Month of Remembrance eða eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað svoleiðis. Það var nefnilega sko International Men's Þetta Day já, ég kalla þetta transpáskarnir. Þú veist, þetta er náttúrulega orðið svo mikið költ að maður er farin að greina, sko, þú veist, þeir gera svona siðaskipti að þú veist, þessi nóvember, þetta er svona hálfgerður svona páskamánaður, eins og páskamánaður fyrir kristna þá, en já, halda áfram. Já, ég ætlaði að segja sko, það var nefnilega International Men's Day, við fáum einn dag, en hann ber upp á sama tíma og International Toilet Day, vissur það? Nei. Nei, mér fannst það skemmtilega, það var eitt sem benti mér á það, en ég sagði að það væri bara mjög við hæfi því að ef að ekki væri fyrir kallmenn og klósetta, þá væri allir bara í djúpum skít, þannig að Já, það er eitthvað alveg rétt. En greinin vakti svolítið forvitni mína og ég ætla ekki að vera að setja þetta upp fyrir þig á skjáin, ég ætla að skjóta þessu upp á skjáin bara í útsendingunni, eða þegar ég set þáttur upp. Já. En þá var ég verið að tala hversu mikið ofbeldi og morð væri gegn transfólki í heiminum. Og ég er áhugamaður tölfræði. Þetta er stórkostlega einföldun. Hvað segirðu? Já. Þetta er stórkostlega einföldun þessi tölfræði og annað sem maður fær, sko. Þú veist, ég er alveg viss að þú vart örugglega að fara að segja mér að það séu 300 eða 350 transfólk sem hefur misst lífið eða hefur verið drepið síðasta árið eða eitthvað. Já. Er það ekki? Eitthvað svoleiðis? Það passar, sem að sjálfsögðu, ég vil taka fram, er 350 og mikið. Já. Öll morð eru ofaukin, sko. En ég var forvitinn þessa tölu og að því að sko ástæðan til dæmis fyrir að ég hef oft sagt það, ef ég ber virðingu fyrir fólki og fólk biður mig fallega og annað, þá nota ég þeirra fornöfn sem þau biðja en það sem að Arna Magna hefur bæði margoft sagt ógeðslega hluti við mig, mig og ég hef margoft staðið hann að bara mjög grófum lygum sem ég hef rakið í mörgum þáttum þá kýs ég að gera það ekki í þessu tilfelli. En ég tók saman tölfræði og það eru 300 tölfræðin staðfestir það að það hafi við 350 manns verið drepnir á þessu ári, trans einstaklingar. Þegar við skoðum eins og fjölda morða í heiminu, þá voru þau 470.000 sem ekki smá fjöldi. Og þegar við skoðum... Já, þá færðu líklega fjölni eins og ég fæ út af hverju einasta ári að transfólk sé myrt, hlutfall transfólk sem myrt lægra heldur en hlutfall svokallað cis-fólks. Já. Og ég bara til að sýna tölurnar sem ég mun skjóta bara upp á skjáinn þegar við sýnum þáttinn, þá eru hlutfall transfólks milli 0,1 og 0,6% í Bandaríkjunum og eitthvað aðeins lægra annars staðar. En hlutfall þeirra sem að 350 manns af þessum 470.000 eru 0,074% minni mig. Skoðaðu hversu margir af þessu 350 einstaklingum sem voru myrtir í fyrra transeinstaklingum, hversu margir af þeim eru í Suður-Ameríku? Nei, ég reyndi að gera það ekki. Ég mæli með að gera það vegna þess að þú munt uppgötva það að líklega nær öll þessi morð framin á fólki eða körlum sem eru í vændi. Sem sagt karlar sem eru klæðskiptingar eða trans eða álíka og eru í vændi í Suður-Ameríku. Ok, ég ætla að rannsaka það áður en ég birti þættin og ætla að skjóta þeirri tölfræði þarna inn í. Ég get alveg sagt að þetta nær undantekningarlaust eru öll þessi morð þaðan. Vissulega einhver hluti í Bandaríkjunum, en það nánast engin morð framin á transfólki á Vesturlöndum. Það bara staðreyndin. Til dæmis í Bretlandi þá transhreyfingin ennþá að mjólka morðið á unglingsstúlkunni Brianna Lee Brianna Gay. Já, eitthvað svoleiðis. Já.
Þau eru ennþá að mjólka það og það alveg, sko, það eru 2 ár frá því morði, sko, og að mér vitandi hefur til dæmis engin transmanneska verið myrt í Bretlandi síðan. Og nota bene þá var Brianna Ghey ekki einu sinni myrt fyrir að vera trans. Þetta var bara svona úlingageng, Þau langaði bara til að hnífadrápin, myrða sko. einhvern. Eru því miður orðin of algeng í Bretlandi, alveg óháð því hvort þú sér trans eða ekki. Ég man eftir því það var skelfilegt tilfelli þar sem að aðeinslega langaði bara að myrða einhvern, ef ég man rétt. Bara, það var auðvelt fórn. Já, einmitt, og í réttarhöldunum kom einmitt fram að, sko, að þú veist, dagbækur viðkomandi, þá var hún bara með sadískar lýsingar og bara í raun og veru morðlista sem hún vil, þú veist, að fólki sem hún og þessi vinur hennar vildu myrða, sko. Já. En þetta kom mér rosalega óvart og mér finnst þetta einmitt svo óheiðarlegur málflutningur, það sem er verið að segja að það sé faraldur morð gegn þessum hóp þegar þau eru myrt í minna mæli heldur en við hinn. Já, þú sér það á þessum tíma, sko, mér finnst, og þetta er eitthvað sem ég kannski á eftir að gera upp við Ríkisútvarpið einhvern tímann, að einmitt á þessum tíma sem morðið á þessari transstúlku eða dreng sem skilgreinir sig sem stúlku í Bretlandi, þá tók til dæmis RÚV viðtal við Uglu Stefaníu, Kristjánudóttur Jónsdóttur sem er nú mótframbjóðandi fyrir Pírata í sama kjördæmi og ég, og Ríkisútvarpið eða fréttastofa Ríkisútvarpið fer að spyrða þetta morð saman við nýstofnuð samtökin 22 sem ég er í forsvari fyrir. Ég man eftir þessu. Og birti þarna frétt og talar að sé eitthvað svakalegt bakslag á Íslandi og samtökin 22 afneiti tilvist fólks og ég veit ekki hvað og ég sendi náttúrulega þarna leiðréttingu og rétt til andmæla og bið ansvara rétt, sko. En það var bara hunsað og ekkert svarað eða nokkuð skapaðan hlut, en svona er þetta, því miður. Já, ég hef alltaf verið svona, aldrei skilið, þú veist, af hverju menn er að atast í RÚV og eitthvað svoleiðis, skildi það ekki svo lengi, fólk sem svo fer maður að fylgjast með því sem maður er actually að gera. Mér finnst þessi stofnun bara, hvað er þetta orðið eiginlega, þessi fréttastofa í það? Þetta er stofnun sem í raun og veru er til, sko, eina hlutverk þessa fréttastofu virðist vera að stýra umræðinni. Já. Það er ekkert annað sem vakir fyrir þessu stofnun en bara að stýra umræðinni. Ég hef bara fundið það í þessari kosningabaráttu. Ég er ekki að segja þetta vegna þess að ég er að grenja yfir því að við séum að mæla slátt eða neitt þess áttar, en mér finnst bara og ég er ekkert sá eini frambjóðandi sem líður svona, ég er kannski sá eini sem þorir að segja það, en það er ekki fyrsta skipti sem ég er þá sem þarf kannski að brjóta ísinn og segja eitthvað, en bara tökum sem dæmi, nýju frambjóðendur og nýju flokkar, og svo er RÚV búin að vera með þessa 2 tíma kjördæmaþætti sína, sem er rosalega gott. Það er ekki það sem er slæmt. Það er rosalega flott að vera með þess að 2 tíma kjördæmaþætti þar sem oddvitarflokkana fá að hittast og ræða málin. Hins vegar þá höfum við ekkert fengið að ræða málin og oddvitarnir hafa ekkert fengið að kynna sig eða stefnumálið sín. Ég satt kjördæmaþátt í vikunni sem var tekin upp og það sendur út beint frá bæjarskrifstofum Akranes og við vorum þarna 10 manns og oddvitar allra flokkana, nema hvað að við fengum ekki að segja, þú veist, koma með neina framsögu, ekki eins og í 1 mínútu, ekki 2 og ekki 3, bara engin framsaga. Þannig að þú sér það, ég er nýr á þessu sviði, nýr á pólitíska sviðinu og það voru fleiri þarna nýjir á pólitíska sviðinu sem er að feta sín fyrstu spor í pólitík. Eftir þennan þátt, þá vita áhorfendur ekkert hver Eldur Smári er, þeir vita ekkert hvað lýðræðisflokkurinn í raun og veru stendur fyrir og þeir hafa ekki hugmynd þú veist,
nein önnur stefnumálin okkar. Vegna þess að það sem RÚV gerir, þeir opna þáttinn, segja nöfnin okkar og svo fara þeir, já, samkvæmt skoðanakönnunum þá brennur þessi mál helst á kjósendum. Þú veist, já, hvað finnst ykkur jarðgangagerð á Vestfjörðum, þú veist, og svo farið í orkuna og svo þú veist, farið í, eða byrjaði reyndar á hvalveiðum og svo, þú veist, þetta var bara innantóm froða, skilurðu. Við fengum bara að tala þrennt eða fennt, skilurðu, en við fengum ekkert að kynna okkur. Þannig að fólk í kjördæminu jafn nær því hver ég og hver flokkurinn þannig að þau vita raun og veru ekkert okkur. Þannig að við sem erum ný á sviðinu, við raun og veru eigum ekki séns. Ekki þá bara eins og hérna... Þetta ekki lýðræði, þetta stýring. Já, mér var alveg sama ef RÚV væri að gera þetta, ef ég var ekki að einn aðeins sem var að borga þeim. Já, einmitt. Þetta ekki sjónvarp allra landsmanna, það algjörlega á fréttastofa allra landsmanna, það finnst mér algjörlega á hreinu, sko. Nei. En ég veit að ég ekki eini frambjóðar sem finnst þetta, vegna við náttúrulega ræðum saman líka, við sem erum í framboði og þetta er skrítið format og vanhugsað að mínu mati vegna þess að þetta náttúrulega gagnast fólki sem þekkt fyrir og flokkum sem eru þekktir fyrir en við sem erum náttúrulega ný, við sem erum náttúrulega aldrei tekin einn skref í pólitík, þú veist, fólk hefur ekki séns, það á ekki séns að kynnast okkur og hvað þá í svona stuttri og snarpri kosningabaráttu. Ég ætla að skjóta bara hérna inn í, skal ég segja þér, og það mun birtast í þættinu sjálfum, ég ætla að skjóta myndbandinu sem Snorri Másson gerði RÚV. Já. Hvað RÚV? Ríkisútvarpið. Það sá fjölmiðill sem líklega einna lengst til vinstri á hinum pólitíska kvarða á Íslandi. Þetta væri ekkert stórmál, ef ekki væri fyrir þá staðreynd að þú sem skattgreiðandi þarft að borga fyrir allt dæmi 21.000 kall á ári. Nú, til þess að hafa það allt aðeins lýðræðislegra, þá höfum við í Miðflokknum lagt til að þú ráðir til hvaða fjölmiðils þitt útvarpsgjald rennur, sem alltaf innheimt hvort sem Nú veit ég ekki hvort það tengist því að RÚV sé mögulega ósátt við þessa hugmynd okkar, en þau tóku sér allan til daginn og fjölluðu svolítið skringilega okkur á TikTok. Yfirlýst stefna hans að enginn komi til Íslands í leita hæli. Þarna ekki tekið fram að við viljum í staðinn fyrir þetta hafa stjórn á málunum sjálf, bjóða fólki í raunverulegri neyð til landsins og taka þá almennilega á móti þeim, ólíkt því óreiðu ástandi sem nú ríkir. Við viljum líka með fjárhagsaðstoð hjálpa fólki nær því átakasvæði sem það að flýja, þar sem það sannað að þar nýtist hver króna í margfalt meiri hjálp en með því að taka hérna við miklu fleirum en við ráðum við. Miðflokkurinn hefur efasemdir að hnattræn hlýnun sé af mannavöldum og vill draga úr öllum loftslagsaðgerðum sem hann segir engu skila. Í fyrsta lagi, það engar hættulegar efasemdir hnattræna hlýnun af mannavöldum að kynna sér rannsóknir sem reyna að úrskurða hvaða hlutfall af hnattrænni hlýnun af mannavöldum. Í öðru lagi þarna sagt að Miðflokkurinn vilji draga úr öllum loftslagsaðgerðum sem hann segir engu skila. Að sjálfsögðu, hver vill ekki draga úr loftslagsaðgerðum sem engu skila? Draga úr öllum aðgerðum. Þetta skrítið orðalag, það mætti halda að markmiðið sé að láta okkur koma svolítið illa út. Við heyri tóninn. Öllu þessu lýsir flokkurinn sem róttækri skynsemishyggju, hugtak sem erfitt að skilgreina, en gefur til kynna að tillögur flokksins eru skynsamari en tillögur annarra flokka. Að þeirra mati. Tillögur skynsamari en aðrir flokkar, sko. Ég ætla ekki að leggja mat á það hvað RÚV finnst í raun og veru Miðflokkinn. En við getum borið þetta til gaman saman við svona almenna lýsingu í þessari sömu TikTok-seríu á Samfylkingunni. Sjáu hvað þið sögðu það. En meginstefnan jöfnuður, sjálfbærni og friður. Jöfnuður, sjálfbærni og friður. Miðflokkurinn styður þetta reyndar líka allt. En þeir glemdu að taka það fram. Varstu búinn að sjá það? Já. Hvað finnst þér þetta hjá honum sem hann lætur RÚV heldur heyra? Mér finnst þetta réttmætt gagnrýni á RÚV ef ég á að vera hreinskilinn. Hefði ég gert, ég veit ekki hvort ég hefði gert þetta, ég meina þú veist þetta áhættusamt að fara í svona leðjuslagi á milli sko, en ok, núna ég búinn að segja mitt varðandi kjördæmaþættina, þannig að það ok. Já. En jú, ég skil alveg að sumir flokkar eru frústreraðir, það slagsíða þarna á RÚV
og þetta óþolandi ástand. Já, mér finnst þetta Gjörsamlega ógeðslega furðulegt, sko. óþolandi. Já, og því miður, sko, þá hefur líka, sko, frambjóðendur úr mínum flokki, ég hef ekki lent í þessu ennþá, en í þessari kosningabaráttu hefur til dæmis grein eftir einn frambjóðandann okkar í Reykjavíkurkjördæmi verið fjarlægð vegna þess að hún hentaði ekki narratífi þess fjölmiðils varðandi loftslagsmál. Já, frá hverjum var það? Það var frá henni Hildi Þórisdóttur sem skipar að mig minnir, ég held hún sé í öðru sæti í öðru Reykjavíkurkjördæminu og hún fyrrverandi forsetaframbjóðandi. Já. Og og hún skrifaði grein á Vísi sem heitir Það verið að ljúga okkur og hún var tekin úr birtingu sólarhring eftir hún birtist. Ég meina, sko, það fólk í framboði. Heyrir þessar sprengingar sem í gangi hérna hjá mér, eða? Nei. Nei, frábært að vera með mikrofónu rétt stiltan. Það verið að skjóta hérna smá flugöldum, það brúðkaup hérna stutt frá. Fyrirgeðu að ég skildi á að trufla. Nei, ekki neitt. Já, nei, ekki neitt. Nei, þetta grein sem birtast á Vísi sem heitir Það verið að ljúga okkur. Og það verið að tala, sko, loftslagsmálin og hversu stórkostlega ýkt öll þessi trúarbrögð og loftslagssinna eru, sko. Og hún var tekin úr birtingu, og það það sami aðili og hefur verið duglegur að ritskoða mig, sko, áður ég fór í framboðið. Hins vegar magnað að sjá, sko, að núna birta allir fjölmiðlar allt eftir mig meðan ég í oddvitasæti hjá stjórnmálaflokk. Þá rennur allt í gegn eins og bara, já. Og svo veit ég það að ef ég næ ekki kjöri þá ég bara komin aftur á bannlista hjá þessu liði að fá nokkuð birt. Já, nema ég ætla að taka Morgunblaðið þarna út fyrir sviga. Morgunblaðið og Fréttin og Nútíminn, ég fæ að birtast þar. Alveg fréttamiðlar. Já, ég meina, þú veist, það getur vel verið að pistlarnir mínir og pistlarnir hennar Hildar og fleiri fari öfugt ofan í fólk, skilurðu, en þetta nú bara svona virkar nú málfrelsi og lýðræði. Ég meina, ef þið líkar ekki það sem ég skrifa, ekki lesa eftir mig, skilurðu. Ef þið líka mig ekki, þá getur alveg flett framhjá. Þú þarft ekkert að hlusta á allt sem ég segi, þú þarft ekkert að lesa allt sem ég skrifa. Það enginn að þvinga þig í það. Nei, mér finnst líka þetta loftslagsdæmi, ég veit ekki hverja eru, nú kem ég aftur inn á Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég svo harður við á vegna þess að mér finnst ég fatt ekki við hverja þeir að daðra lengur. Við hvaða almennu kjósendur þeir að daðra lengur. Ég held þess ég bara búin að, sko, málið það að við erum bara komin með stjórnmálastétt og þetta bara afhjúpast betur og betur sem ekkert að vinna fyrir íslenska þjóð. Ef þetta lið var að vinna fyrir íslenska þjóð, þú veist, þá væri þetta ekki alltaf í útlöndum skrifandi undir eitthvað samkomulag sem enginn veit hvað Núna daginn, þú veist, þá var verið að skrifa undir eitthvað 54 ný skilyrði á vegum Sameinuðu þjóðanna sem enginn veit hvað og svo alltaf verið að vísa í alþjóðlega skuldbindingar Ísland, já, við erum að breyta þessu svo við uppfyllum eitthvað skilyrði í einhverjum alþjóðasamningum sem enginn veit hver þú veist, almenningur, enginn veit hvað enginn veit hvað hefur verið samþykkt, enginn veit hvað hefur verið að skrifa undir og það, þú veist, og ef við þurfum að fara að semja lög og breyta hlutum vegna einhverja alþjóðasamninga, þá það bara gjörsamlega á skjön við lýðræðið okkar. Það hefur ekkert farið í gegnum ferli, í gegnum löggjafan okkar. Nei, og mér finnst framkvæmdavaldið á ekki vera, framkvæmdavaldið ekki löggjafinn, sko. Ég meina, ráðherra á ekki að bara fara og skrifa undir eitthvað ný skilur og svo bara Alþingi samþykkja það bara eftir á. Mér finnst þetta, sko, það virkar ekki þannig. Já, fólk getur ekki gert sér grein fyrir því að stjórnmálamennir okkar ekki endilega að vinna í okkar bestu þá nú bara, geti nefnt mjög nærtæk dæmi, það nú það að Katrín Jakobsdóttir labba beint inn í geggja starf á vegum World Health Organization
Já, eftir að hafa komið úr forsætisráðherra stól hér, heldur einhver að hún hafi ekkert gert fyrir þá til þess að vera ráðin í einmitt. þetta starf, að hún hafi bara verið hæfust Sko, umsækjanda? formaður lýðræðisflokksins, hann Arnar Þór Jónsson, hann nefndi þetta í pallborðsumræðum að mig minni á Vísi eða þetta er náttúrulega allt komið í graut hjá Já, mér, það var hvort á það sé Vísi, Vísi það var á eða Vísi. RÚV, já, að það væri sko djúpríki og við myndum sjá sko Katrínu einmitt setjast í eitthvað svona stól sko og það var bara hlegja hann þú veist, og hann bara gerður einhverjum samsæriskenningasmiði sko og svo bara er þetta rétt hjá honum Já, og Eiríkur Bergmann, samsæriskenningar sérfræðingur Íslands sem hefur haft rangt fyrir sér í öllu sem hann hefur ákveðið að tjá sig um. Ég ætla bara að henda þið fram hér með. Þetta er maður sem hefur skrifað í bók samsæriskenningar og hann hefur haft rangt fyrir sér í öllu sem hann hefur ætlað að slá niður hingað til sem komið sannleikur í. Já. Fæst orð hafa minnstu ábyrgð, segi ég bara. Ég skal sjá á morðin, þú. Ég er alveg óhræddur við það. Já, svo kemur bara í ljós, svo kemur grein, það kom grein að hann væri að nota samsæriskenningar til að bera ró á Katrínu eða eitthvað svoleiðis. Svo kemur önnur grein daginn eftir það sem er tilkynntir að hún hafi verið ráðin hjá World Health Organization. By the way, You can't make this shit up. Nei, það er ekki það. By the way, sem eru samtök sem að í fyrsta lagi vildu fá reyndu að koma í gegn, ég man ekki hvort það var Sameinuðu þjóðirnar eða Evrópusambandið, reyndu að koma því í gegn að þeirra ákvarðanir yrðu settar ofar stjórnarskrá landana sem umræðir ef að skyldi koma epidemic, annar svona faraldur, sem þið fenguðu sem betur fyrir ekki í gegn, og eru ekki þessi alþjóðlegu samtök sem að fólk heldur að sé. Þetta er ekki opinber samtök. Nei, í fyrirtæki. Já, þetta er fyrirtæki og það stærsti styrktaraðili er Bill Gates. I know. Og ég meina, þú veist, þurfum við ekki að fara að dusta rykið af að nota lögin landráð í hegningalöggjöfin okkar. Ég held það. Í alvörinni. Já. Veist það, maður verður, sko, veistu það er svo mikið siðrof í öllu íslensku samfélagi og sko það er eiginlega eina sem ég get sagt við Íslandinga er að það er huggun harmi gegn að það er ekki bara Ísland sem er í þessum sporum, en Ísland er alveg á sérstaklega slæmum stað þegar kemur að þessu siðrofi, vegna þess að Ísland er perfect sko, svona tilraunaverkefni fyrir þessar alþjóðastofnanir, því að það er svo auðvelt að grípa völd á Íslandi og þarf ekki nema 32 einstaklinga meirihluta á Alþingi, þetta eru 32 einstaklingar, skulum hafa það hugfast, þarf ekki nema 32 einstaklinga til þess að grípa löggjafann og þá ertu með hann í hendi þér, skilur við. Þetta er, og það er tiltölulega ódýrt að gera þetta fyrir svona, þú veist, ríka fólkið og annað, þú veist, þetta er easy peasy fyrir þetta fólk. Og seinna og en það ríkir algjört siðrof og fólkið, sko, og það er algjört doði yfir íslensku samfélagi, almenningur vill helst ekki ræða pólitík, það er búið að búa til heila þjóð nánast að uppvakningum. Já. Þú veist, og við erum allt of fá sem erum vakandi og erum nývöknuð sum hver okkar. Nýja vók. Já, sko, ég er ekki eins og að tala vók, ég er bara að tala sko að vera vakandi. Já, ég meina, upprunalega átti að þýða það, sko, þó að vókið hafi svo færst út í geðveiki, sko, mér finnst alltaf áhugavert að fólk nota upprunalegu skilgreininguna til að segja hvað þetta á að vera. Já, einmitt, en þetta snýst bara að vera vakandi yfir því sem er að gerast í staðan fyrir að vera sofandi og láta leiða sig, sko. Þannig að ég er ekki að tala pólitískan rétthugsun eða rétttrúnað. Ég er bara, þú veist, tala að fólk actually eða, þú veist, í alvörunni notar skilningavitið og skinnbragð á raunveruleikann, sko.
þú veist, það meira sem verið að taka það frá okkur, það verið að taka frá okkur orð, núna verið að, þú veist, það þetta hugmyndafræðingaliðið hérna í Pírötum og VG og Viðreisn eru búin að leggja fram frumvarp núna í 3. sinn, það náttúrulega dottið upp fyrir þess að þingið rofið að taka orðin amma og afi, föður og móðir og allt þetta, sko. Og náttúrulega kynin eru ótal mörg og börn eru með loftslagskvíða og herðu, börn eru farin að vera með kynjakvíða. Já, kynja og loftslagskvíða, alltaf eðlilegt þar. Veistu það, sko, bara núna í morgun eftir greinina sem hérna var birt í gær, þá er ég búin að fá 3 sögur þar sem krakkar eru mígandi undir á nóttinu og annað, vegna þess að þau eru andvaka og eru hérna í pælingu hvort þau þurfa að fara að ákvaða hvort þau séu strákar eða stelpur. Í alvöru? Þetta er sick. Ég að segja það, þú veist, þetta er svo sjúkt. Ég veit um krakka sem eru bara festafalla svefn á nóttunni vegna þess að það er búið að hræða þau svo bara hvort við séum að fara að vera til. Já, jörðin er að springa og þú veist, og stjórnmálaflokkarnir í auglýsingunum sínum ekki eins að spá í þetta. Píratar eru bara að boða heimsendi, þú veist, ef það ekki gripið til aðgerða strax. Og svo náttúrulega með þetta stríð í Úkraínu, já, Rússar þeir varpa einni kjarnorkusprengju á Ísland og þá eru við bara dauð. Börnin okkar veit ekki hvort þau séu strákar eða stelpur lengur eða hvort þau fæðist fyrir einhver kyni. Ég meina, þú veist, eða ég rétt og líka, en það furða að krakkarnir séu að verða hálf geðveikir. Já. Og þetta eina stóra ástæðunum fyrir að sko, ég er svo ströggla núna með þetta verkfall kennara bara sem dæmi. Nú er ég mikill stuðningsmaður kennara og mér svo bara, ég get alveg varpaði fram hérna, mér er alveg sama hver heyri það, ég er mér svo leiðin í sérkennaranám sjálfur. En til að bara svona, put my money where my mouth is, svona, sem maður á að gera, en að vera með góð kennari er lægt. Ég er alveg saman að því, góðu kennari er bara, það er ekki hægt að setja verðmiða á það. En það er ýmislegt samt þarna innan kennarastéttarins sem verður að fara að taka til í líka. Þú veist, ég þori, sko, á sama tíma sem ég hérna get hrósað og er þakkláttur fyrir störf kennara þá ætla ég samt ekki að gera það á heilagri stétt sem er hafin yfir gagnrýni. Þannig að þeir mega alveg til dæmis taka til í eineltismálinu sínum, þeir mega alveg fara að bera virðingu fyrir lýðræðinu og skoðunum annarra. Þú veist, ég meina á Íslandi, litla Íslandi hvað? Það eru 3 kennarar bara á 1 eða 2 árum sem hafa verið hraktir úr vinnu vegna þess að þeir eru með einhverja skoðanir sem einhverjum finnst óþægilegar. Bara gróa. Þú veist, þeir að mennta krakkar okkar því að kenna þeim gagnrýna hugsun eða því að kenna þeim að hugsa gagnrýnt og þeir eru ekki eins og tilbúin í að hugsa gagnrýnt sjálf. Nei, mér finnst svo mikilvægt að taka fram að sko hvað það eru og ég fengi post frá kennurum sem ég veit eru afburðakennarar, ég þekki persónulega kennarar sem eru afburðakennarar. Þeir þurfa að líða fyrir aktivistana innan hérna hópsins sem eru bara, eins og segja, þetta er bara grímulausir aktivismi sem er í gangi þarna í kennarastéttinni. Já, þetta ánáttúrulega ekki að eiga sér stað. Þannig að ég segi þetta, ef ég fengi að ráða, þá myndi ég 2-falda launin hjá kennurum og ég myndi reka alla aktivista bara umsvegarlaust á starfi. Mér er alveg samátt myndi myndast kennaraskortur. Aktivistar í kennslu eru verri en engin kennari. Ég er með mjög sterkar skoðanir á þessu. Því mun minna sem að nemendur vita mig og mína skoðanir ef ég er kennari, þeim mun betri kennari held ég sé. Exactly, nákvæmlega, það er nefnilega þannig. Ef ég get farið sem kennari og sagt krökkum að þau geti gert hvað sem þau vilja og hérna þau eru tilbúin að leggja sig fram og kenna þeim hvernig að lesa og reikna og allt annað eiginlega bara og hugsa sjálfstætt og restin er bónus. Leita sér upplýsingar sjálf í heimi þar sem að það er orðið mjög erfitt og tímafrekt, þá er ég góður kennari. Ekki ef ég er búin að kenna þeim að segja þeim hvað þau eiga að hugsa og þau verða að hafa sömu skoðanir og ég og þau get ekki farið með margföldunartöfluna, þau get talið upp 70 kyn, skilurðu. Þetta er bara orðið bilun.
Nei, eins og ég segi, við þurfum bara að fara að byrja á því að taka til í leik- og grunnskólanum. Við þurfum að fara að hætta að halda þessum umdeldu kenningum loftslag og kyn og bara hætta. Alþjóðastofnanir þurfa að fara að láta skólakerfinu okkar í friði. Það svona ágætisbyrjun. Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðaheilbrigðismálastofnanirnar, þeir geta bara látið skólakerfinu okkar í friði. Og við þurfum bara að standa vörð að við semjum okkar eigin aðalnámskrá fyrir leik- og grunnskóla og svo þurfum við að fara að virkja rétt foreldra til þess að velja fyrir börnin sín. Við verðum að fara að gera það upp hjá okkur hvort börnin eiga að vera eign ríkisins eða vera hluti af fjölskyldueiningu sem sjálfstæð, fattarðu? Þetta, og við verðum að fara að gera þetta upp hjá okkur mjög bráðlega. Ég meina, Ísland eitt af fáu löndum sem eru með skólaskyldu. Já. Skilurðu, fólk heldur að skólaskyldan sé bara normal. Nei, skólaskylda bara ekkert normal. Og þetta bara eitt annað valdatæki sem þú gefur yfirvaldinu að hafa skólaskylduna. Og því að þú ert að það gefa, nýlegt í mannkynssögunni líka. Já, þetta raun og veru þetta stórkostlega klikkað. Þetta náttúrulega bara kommuníst út í það farið. Auðvitað eiga náttúrulega foreldrar að ráða því hvernig menntun barna háttað. Ég meina, markmiðið náttúrulega að börn kunna að lesa, skrifa og reikna og gagnrýna hugsun. That's it. Það basic krafan, Já, þetta rosa satt og það alltaf talað en viltu ekki að börn fái menntun? Jú, ég vil að börn fái menntun, ég vil ekki að börn fái innrætingu. Og skólakerfið getur verið notað fyrir bæði eftir hver ræður. Já, og núna þú átt að segja á þann og þú var að fara að byrja í sérkennslufræðum sem bara magnað. Þú myndi alveg örugglega fíla það þar, ég sé það alveg fyrir mér. En þú sér það til dæmis að eftir að skóli án aðgreiningar var tekin upp sem stefna og þetta átti náttúrulega raun og veru aldrei að verða nein stefna skóli án aðgreiningar. Kringum 94-95. Það sjá það. Þá náttúrulega eru raun og veru, þú veist, krakkar sem eru með sérþarfir og annað, þeim öllum blandað saman. Og núna þegar maður að sjá það að skóli án aðgreiningar í raun og veru ekki að virka, þá maður gagnrýndur fyrir það að maður vilji fara að hólfa börn niður og annað. Þetta bara svo röng nálgun. Þú veist, við erum með fólk sem hefur farið með börn í sínu landi, blind börn, heyrnarlaus börn og annað vegna þess að skólakerfi ekki að henta því vegna þessara stefnu. En það sem ég vildi segja að ef þú ert með blanda skólakerfi og skólastofnun þar sem styrkleikar hvers barns fær að njóta sín, skilurðu, að það sé unnið með styrkleika hvers barns til að styrkja sjálfsmynd þeirra, þá erum við náttúrulega bara á mjög góðri vegferð og það þarf ekkert að vera að Palli fái nákvæmlega eins skólagöngu og hann Pétur. En þeir fá báðir skólagöngu þar sem styrkleikar beggja fær að njóta sín best. Og ég sé bara ekkert að slíku kerfi. Nei, mér finnst rétt að komi fram að ég sem aðili sem á leiði þetta nám, ég þetta mjög mikill stuðningsaðili góðra kennara, en ég tek líka fram góðra kennara því að góði kennarar eru líka í jafnmikilli baráttu við kerfið og foreldrar. Minnst að það megi alveg koma fram, Já, það alveg rétt. Það alveg rétt. Ég skal fúslega taka undir það. Og þetta með að ég veit kennara sem hafa sendt mér bréf sem segja í staðinn fyrir að þeir megi annarkvort vera að kenna eða undirbúa kennslu, þá séu kannski 90 mínútur á fundi sem hefði getað verið stutt e-mail vegna þess að stjórnendur þurfa að tikka í einhver box, nógu andskoti andlega erfið kennsla og þú veist, hann sagði bara, þú veist, komandi af svona fundi
öll orkan farin úr þér og nú ertu ekki lengur á launuðum tíma við kennsluundirbúning, bara sem dæmi, sko. Bara, þetta bara eitt dæmi af mörgum. Já. Og mér langar, aðilar sem að kvarta yfir því að við séum með fleiri kennara per nemenda eldur en mörg önnur lönd, þannig að þarna er alltaf verið að taka líka inn í skóla út af landi, því að það vita það allir að skólar í sæmilega stórum byggðarlögum eru kannski með 20 til 25 nemendur per kennara. Það er búið að sýna sig í öllum löndum sem að standa fremst, það eru Finnar og Singapore og svona, þar eru því færri nemendur per kennara, því betri kennsla er. Þetta snýst, þetta á ekki að vera efficient, þetta á að vera gott. Það gefur náttúrulega auga leið að ef þú ert með meiri tíma per nemenda, auðvitað færðu betri árangur. Þetta er náttúrulega bara numbers game, sko. Já, og ég er bara þar að menntakerfi á ekki að vera efficient fjárhagslega, það á að vera gott. Mér er alveg sama hvað er eitt í þetta kerfi, en það er gott, sem það er ekki eins og er. Nei, en það er út af því að það er ekki nógu sveigjanlegt, það er ekki nógu mikið frelsi í því. Nei. Og það hentar ekki öllum og eins og sér, sko, ég hlusta á viðtal við, hún heitir Guðbjörg Þórarinsdóttir eða Þórisdóttir, hún er læsisfræðingur og viðtal við á RÚV og þá fór hún inn á það að 34% íslenskra barna eða barna í skólakerfinu á Íslandi er í sérkennsluúrræðum. Og það gefur mér svona vísbendingu að skólakerfi er þá aldeilis ekki að virka fyrir alla. Nei, bara alls ekki. Þannig að þar á leiðandi þá er þetta bara ágætis rökstuðningur fyrir því að við þurfum að frelsa skólakerfið fyrir að fyrsta, taka upp fræðsluskyldu í stað skólaskyldu og leyfa fleiri sjálfseignarstofnunum eða foreldrum sjálfum að taka utan menntun barna sinna. Máttu gera það á Íslandi ef þú ert kennaramenntaður? En þetta, þú átt ekki að þurfa að vera kennaramenntaður til þess að kenna þínu barni heima. Ég bara horfið ekki hvort það væri einhver glufa á þessu. Ég held ekki, skólaskyldan er skólaskylda. Ég get ekki að lesa þetta öðruvísi í lögunum, sko. Þess vegna er þetta líka rosalega dubious að sumir skólar eru núna í verkfalli, sko. Já, ég er ekki hrifinn af þeirri framkvæmd. Annarkvort bara verkfalli. Nei, því að vegna þess að það er skólaskylda, þá er náttúrulega núna bein mismunun í gangi. Skilur hvað ég við? Þetta er svakalega slippery slope. Já, ég er þar að þetta er mismunun. Þú ert að mismuna krökkum eftir hvað þú búa og í hvað skóla þau ganga. Þú ert að því. Þú ert að því. Eins mikið og ég vil sjá góða kennara fá launahækkun og bara liggu við allt sem við byggjum góða kennara, ég tek það alltaf fram, að þá er þetta, það er mismunum, það er ekki hægt að þræta fyrir það. Já, en ef þau vilja fá laun eins og sérfræðingar, þá verður þau líka að fara í árangurstengt starfsmat eins og sérfræðingar. Ég held að góðir kennarar myndi ekki kvíða slíkum. Nei, ef þau störfuðu rétt. Það er alveg 100%, en því miður þá er stéttin ekki betri heldur en lægsti samnefnarinn, það er bara þannig. Því miður, þess vegna finnst mér þetta Þannig að við verðum að hafa það í huga að skólakerfið okkar er ekki betra heldur en lægsti samnefnarinn, þannig að við verðum að bæta gæðin. Og þeim fer fjölgandi því miður sem falla þar undir því miður. Ég hef tekið kennslu áfanga og mér fannst þetta vera aktivistaskóli, sko, hef ég verið alveg hreinskilinn. Ég hef verið í kennaraháskóla líka og þannig að já, ég veit alveg hvað fer fram þarna innan þeirra. Ég tók aldrei seinna dæmið í þessu sem við vorum að ræða þarna með, það var einmitt loftslagsdæmið og það er hann Guðlaugur Þór, umhverfisráðherra. Heyrðu, já, ok. Og mig langaði að byrja á þegar hann var nú að monta sig af því að hafa leyst umhverfisvandamál Íslendinga þegar hann keypti losunarheimildir fyrir 100 milljóna fyrir þá þjóð sem að menga minnst í heiminum. Ok. Í öðru lagi þetta með hvað við þurfum að vera að bæta okkur, vera að setja umhverfisskatta og eitthvað svoleiðis. Ég skil ekki alveg hvað maðurinn er að pæla, bara ef ég var alveg hreinskilinn. Að ætla að tækla mál á slíkan hátt en á sama tíma
eru skemmtiferðaskip að koma til Íslands án þess að á nokkura vandamál og spúa reyk hérna yfir bæina, Akureyri, Ísafjörð og ég veit að fullt af bæjum hafa kvartað yfir loftskeiðunum meðan þessi skip eru við höfn, sko. Ég meina, eitthvað plan? Ég meina, þú veist, þetta ekki bara, þú veist, Tækifæri til ég að veit ekki setja á hvað fleiri hvað maður skatta. já, Ég er til dæmis einn aðeins sem búin að vera brjálaður, gjörsamlega brjálaður yfir hérna eldsneytisskattinum, dísel og sem þeir hættu við í bili. já. En ég er alveg að því að eina ástæðan fyrir að hættu við það er að því að að koma kosningar. Ég held að þetta verið keyrt í gegn Já, strax svo eftir kosningar aftur ef að þessi flokkar komast að. Já, kílómetragjaldi virðast líka vera komið eitthvað á ís líka. Þannig að Svo gat ég ekki annað. Já, það er alltaf hægt að lofa öllu fögru fyrir kosningar, en málið er það að sannleikurinn er sá, og það er náttúrulega sýn sem við deilum með öðrum flokkum eins og til dæmis Miðflokknum og það er að við verðum að fara að taka til í þessum ríkisfjármálum og hætta að sóa, og við þurfum að fara í úttekt á kerfunum okkar. Það er mikil sóun í kerfunum og það er kerfisvillur hér og þar. Við þurfum að fara að lagfæra þetta. Það þýðir ekkert bara að láta, sko, það er gat á pokanum neðan til, þannig að það er alltaf verið að leka úr, sko. Þannig að það skiptir engu máli hvað þú setur meira ofan. Þú ert að stappa í gatið undir. Það verður að gera þetta strax og þetta gengur ekkert svona til lengdar. Ég ætla að spyrja það 2 spurningum. Já. Ég var nú bara að pæla í þessu núna því að minntist á Uglu Stefaníu þarna áðan. Af þeim frambjóð oddvitum Pírata, segjum sem svo að Píratar myndi ná einum manni inn á Alþingi. Já. Hver myndir þú vilja að færi fyrir hönd Pírata á þing? Setja þið smá vandræði. Það væri líklega heillavænlegst fyrir Pírata sjálfa. Og er það bara einn þingmaður? Það mátt bara velja einn úr röðum Pírata sem kæmist inn. Það væri heillavænlegst fyrir Pírata ef Björn Leví færi einn á þing fyrir þá. Það hugsa ég væri heillavænlegst, og ég hugsa að væri verst fyrir Pírata ef Ugla Stefaníu færi einn á þing fyrir Pírata. Og næst verst er það ef það væri hérna Lenja og svo ég bara raðaði hérna í röð. Næst best eða næst vest? Lenja. Næst vest. Næst vest? Lenja. Já, og svo Þórhildur Sunna. Og hinn spurningin er svona minna kannski, ég þarf nú að hún er svona til svona löng kannski, hvað finnst þér hérna að Framsókn er búið að skipta algjörlegum skoðun í þessum hérna hælisleitenda og flóttamálamálum? Af hverju eru þeir orðnir allt í einu svona, ég hef til mig sko aldrei séð óeinlægri ræðu heldur en frá Sigurði Inga þegar hann las upp af iPadinu sínu. Ég held að þetta hafi verið desperasjón til þess að reyna að veiða VG fylgið og yfir á sig. Mér sýnist það, þetta er bara svona típist demagogeri, þú veist, að reyna að hérna ná þessu fólki sem hefði, þú veist, sem er að fjarlægast eða hefur farið frá Vinstri grænum. Já, ég sé ekki annað, sko. Málið er það, ef þú skoðar kjósendahóp Framsóknar, þá er það, sko, yfirleitt fólki út á landi, og það er ekkert að spá í þessum hælisleitendamálum, þá finnur ekki fyrir því. Nei. Þú veist, það lesum þetta í blöðunum og spáir svo ekkert í því, og þú sér það að til dæmis þú tala við hérna fólk út á landi eða sérstaklega þingmenn VG og Framsóknar og svona út á landi, sko, þau bara, já, nei, við viljum ekki neitt rasisma og eitthvað svona en þau finn ekki neitt fyrir neina þessu, þau hafa ekki hugmynd hvað er að tala um. Nei, maður sá það nú ágætlega í Vesturbænum sem að fólk svona meiri hlutin af hinnu rosalega góða fólki býr sem að er aðeins betri en við hinn, og þegar var íbúðunum úr Jóðellhúsinu var útlitað til þessa hóps, þá voru þau ekki jafn sátt, sko, þá hefðu þau viljað fá íbúa kosningu og eitthvað svoleiðis. Einmitt. En svona áður við hættum, hann langar með að skjóta svona einu umræðuefni og fá svona, já, ég ætla bara að ræða það við þig, ég er ekkert eitthvað fisk eftir neinum pólitískum viðbröðum.
mér, hérna, Ég ekki stjórnmálamaður, ég bara venjulegur maður sem í framboði. akkurat, Og það kannski ágætt að það bara komið fram, ég ekki stjórnmálamaður. ég tel það sem Og kost. þú veist, ég bara venjulegur maður, og ég held að fólk hafi líka tekið eftir í kjördæmaþættinum. Ég ekkert, sko, ef ég spurði já eða nei, þá segi ég já eða nei. Og ef ég spurði það einhverju, þá bara gef ég svar og svo bara þegi ég þegar ég búin að svara. Já, Það er bara ég held að margir frambjóðendur fatt ekki að þeir eru spurðir að já eða nei spurningu, þá er ekkert sem fælir fólk meira frá því Ég að veit kjósa það, þig, bara heldur en að svara með langlokur. Ég veit það, vertu bara fucking hreinskilinn og segðu bara já eða nei. Ég er til dæmis Fólk þar. nennir ekki að hlusta á einhverja, þú veist, fólk nennir ekki að hlusta á menn hagandi sér eins og köttur í kringum, læðast eins og köttur í kringum heitan graut, þú veist, bara segðu já eða nei. Já. Þannig að ég er allavega En já, þar, ef einhver er bara þar að þeir geti ekki svara bara já eða nei spurningum í allavega 5, ég skal gefa þeim 5 orð, þá er ég bara, ok, ég vil miklu síður kjósa þig núna því þú getur ekki komið þér að efninu, þú ert ekki efficient. En já, mér langar að ræða þetta sko í forsetakosningunum í Bandaríkjunum, þá náttúrulega sko er alþekkt að hún Kamala Harris drullaði gjörsamlega upp á bak. Hún var með tvennt sem að hún vildi koma á framfæri, það er að hún var ekki Trump og fóstureyðingar. Og í öllu þessu my body, my choice, þá finnst mér svolítið gleymast það að það er verið að berjast þar fyrir, eins og þau segja, rétti kvenna til að taka ákvörðun yfir eigin líkama. En á sama tíma er enginn að berjast fyrir rétti ungra drengja fyrir að vera ekki umskortir. Hefur þú eitthvað álitað þessu máli? Sko, og ég er ekki að segja þetta á einhverju trúarlegum ástæðum, heldur eingöngu bara heilbrigðis. Nei, ég get alveg tekið þessari spurningu, sko. Já, sko, núna fer ég pínulítið í svona stjórnmálamanninn. Ég ætla ekki að gera það. Sko, nei. Ég er ekki að biðja já eða nei svar. Nei, en sumir, sko, við þekkjum þetta launamun kynjanna, þú veist, the gender pay gap sem feministar eru duglegir að tróða framan í fólk. Það er eitt annað gap sem er aldrei talað og ég kalla það sko the sex empathy gap eða gender empathy gap, sem sagt svona samkendar munur kynjana, skilur við. Við erum prógramið, sko, bara frumeðli okkar, þá pössum við upp á konurnar og stelpurnar okkar og það er svona frumskilyrði og frumeðli okkar að við pössum betur upp á konurnar okkar og stelpurnar okkar. Því að þær eru mikilvægiri þegar kemur að viðhaldi á stofninum. Núna er ég bara að tala þú veist, frumeðlis og bara biológiskar staðreyndir, sko. Þannig að við drengirnir, við fáum bara ofta að sitja á hakanum og við einhvern veginn bara dílum við það og sagtum okkur við það. Ég meina sjálf bara, sko, eitt er þetta með umskurð drengja, sko, ég vil ekki bera saman umskurð drengja og umskurð stúlkna, þú veist. En ég er alveg sammála því að hvort tveggja á ekki að eiga sér stað. Þú veist, umskurður, ef þú þarft, sko, ég er umskorinn, en ég þurfti umskurð. En ég var umskorinn fullorðinn, skilur við. Þú veist, þannig að þetta er öðruvís, en umskurður smábarna, þú veist, why? Þú veist, það er engin ástæða fyrir því og þetta er bara úrelt og ég veit að það eru sumir sem gera þetta trúarlegum ástæðum en please, þú veist, við erum ekki í fornöld, sko, við getum alveg beðið með þetta og við eigum að leyfa fólki að njóta þess að það hefur alveg þangað til það getur tekið ákvarðanir sjálft eitthvað annað.
Já, ég ætla einmitt að styðja þessu varst að segja með þegar þú segir sko þetta með að það passa betur og það meira empathy gagnvart konum og stúlkum. Ég meina þú þarft ekki annað en að horfa á fréttir þegar verið að tala mannfall einhvers staðar að það sérstaklega tekið fram ef að meira hlutin konur og börn, þú veist. 100%, en málið það, ég ekki að væla yfir þessu empathy gapi, mér finnst þetta, sko málið það, þetta bara frumeðli okkar, skilur og það ástæðan fyrir því að við pössum meira upp á konurnar og stúlkurnar, skilur og ég mun aldrei vera sá sem setur mig upp á móti því að við hættum því, þú veist, það væri bara sjálfsmorð á stofninum, skilur ef við værum allir þannig að við ætlum að vera eins og drullusokkurinn borð í Titanic myndinni mannstir sem gerði allt til þess að koma sér í björgunarbát, skilur við. Þannig að Já, ég algjörlega sammála þessu með að sko ekki bara, ég vil hafa það svoleiðis, ég vil hafa þetta svona, bara, ég veit þetta hljómar aðstæðlega ég er alveg sammála með að við þættum sem og þú veist, og ég meina á hvaða karl væri, hvaða karl myndi ekki fórna lífi sínu til þess að koma í veg fyrir að kona eða barn léti lífið. Já, þar ég algjörlega sammála og en ég vil að ungi drengir séu þarna meðal í þessum flokki nefnilega líka og það gleymist stundum, minnst þess að séu ákveðnir hópar að núti sem reyna að henda þeim úr þessum hóp konur og börn. Þeir eru börn, þeir eru ekki ferraveldi og þeir eru ekki svoleiðis. Sko. Nei, og þeir þurfa verndun líka. Já. Þeir þurfa verndun líka. Og mér finnst einmitt verið að reyna að ala úr okkur þessa svona, þú veist, ég meina hvað eru margir kallmenn sem eru í leita einhverju tilgangi í lífinu sem að langar að vera, þú veist, the hero of their story eða bara, þú veist, langar að vera hetjur en hafa enga leið til að gera. Fattar hvað ég meina? Við erum búin þannig heimi orðið. Ég skil gátt við. Staðin fyrir að þú gerir stór verk sem að skipta máli þá ertu komin út í það að það eru litlu hlutinir sem þú gerir dagstaglega sem að munu breyta hlutunum en ekki einhver stóra veitjutaðir. En svo erum við náttúrulega líka að glíma við mjög drengfjandsamlegt umhverfi, bæði fjölmiðlaumræðu og skóla og annað, sko. Bara í fyrsta þættinum sem ég tók ég dæmi frá sem ég vera drengir og eru bara lyfjaðir ef þeir eru með axlagang og svona, sko. Bara í fyrsta þættinum tók ég dæmi sem ég fekk sent frá ungri konu sem kallaði sig feminista þangað til að litli bróðirinnar fór í skólan sem að vera að halda upp á konudaginn og strákarnir voru að þjóna stelpunum til borðs og svona vera geðvikir herramenn við þær. En þegar kom að bóndadeginum, þá tók sami kennari ekki í mál að slíkt yrði gert. Konur ættu sko ekki að gera þetta við kalla. Nei. Svona kennara vil ég bara út úr kerfinu. Drullaðu þér í burtu. Þú er ekkert erindi að vera nálægt ungustrák. Ekki neitt. Nei. Það hefði betur átt að bara sleppa þessu alveg. Já. Ef það var mismunni en bara eftir, ég meina, sjáðu hvað þetta er vitlaust. Sko þessi kennari, hún greinilega ekki greindar en það, hún klárar ekki að hugsa prósessin lengra en það sem hún sé fyrir framan sig. Hún lætur þess að drengina fara og þjónusta stelpurnar á konudeginum. En gerir svo ekkert fyrir það á móti þegar bóndadagurinn. Það skrítið að strákarnir okkar byrjuð að þróa með sig kannski eitthvað ákveðin votta kvenfyrirlitningu? Já, ég tók fyrir grein frá Drífu Snædal daginn sem að var verið að taka, sem ætti að fara í skólana og taka að vara gerendur við, aðalega drengir, kemur svo sérstaklega fram, sko. Bara passa upp að það vera ekki gerendur. Veist, hvað ertu að gera? Ég veit það. Já, ef þú vilt reyna að fá drengi til að verða incels þegar þeir verða eldri, þá er þetta rétta leiðin. Bara frábært, þú ert á réttri leið. Já, en staðið hvað þetta skrítið, sko, en sko, það er allt í lagi að heimfara þessa umræðu til dæmis yfir á karlmenn, þú veist að karlmenn eru gerendur og bara, en svo ef karlarnir breyta sér í transkonur, þá má ekki taka þessa umræðu, alveg óháð því að hlutfall karla sem brjóta af sig kynfærislega breytist ekkert við kynbreytingu, skilurðu, að það er sama hlutfall transkvenna sem eru kynferðisafbrotamenn og hlutfall karla, það breytist ekkert. Nei, ég sá þetta sláandi tölfræði. Samt má ekki að ræða þetta.
og til dæmis þetta með að transkonur fari í bað með stelpum og inn á klósettun og lalala. Sko, karlar fara ekki inn á þessi svæði vegna þess að fyrir að fyrsta þá eru ekki velkomnir þar, en við erum ekki velkomnir þar vegna þess að það eru sumir okkar sem erum kynferðisafbrotamenn, skilurðu, sumir okkar, mjög fáir okkar, en sumir okkar, og þess vegna virðum við þessi mörk að við förum ekki þarna inn. Af hverju á þetta breytast á ef ég fer í kjól? Já, og líka bara að þetta er svo asnaleg hugsun að biðja okkur að setja allt svona sko vegna þess að það séu fordómar í okkur að vilja þetta ekki. Ef að ég er spurður, þú veist, myndirðu treysta Völu Grand, Önnu Kristjáns, Veigu, einhver svona liði inn í sundklefa með 10 ára dóttur minni, ég myndi segja já. Já, ég segja það með þér, sömuleiðis, ég myndi segja já. Ég myndi líka treysta þér, mér, Frosta og Snorra Másinni, skilurðu, að fara inn í kvennaklefa á þess að við farum að gera eitthvað að okkur. Það er bara ekki pointið. Nei, þú ert að biðja mig að treysta ókunnum manni sem segist vera kona. Þegar ég segi ókunnum, það þýðir ekki að ég þekki hina aðilina. Ég hef bara séð nógu mikið af þeim til að hugsa, ég held ekki að þessar aðilar hafi neinar annarlega hvatir, skilurðu? Nei. En þú ert að biðja mig að setja tilfinningar þeirra sem að ég mögulega hafa annarlega hvatir ofar heldur en öryggi barnanna minna. Og það ger ég aldrei. Þetta er kjarni málsins, en þetta má ekki, það hefur aldrei mátt að ræða þetta og málið er það að þegar maður reynir að taka þetta upp, þá er umræðan alltaf, hún er alltaf afbökuð þetta að maður að saka alla, þú veist sem sagt, allt þýðið að vera með annarsama hvatir og það er bara ekki rétt. Enga veginn. Þú veist, það eru fæstir okkar karla sem erum pedofílar og kynferðisafbrotamenn, skilurðu. Fæstir okkar, og það heyrir til undantekninga. Það gerir það líka, það heyrir líka til undantekninga í hinu þýðinu sem við erum að tala sem í þessu tilfelli eru transkonur, en það breytir ekki því faktum að við erum með þessa reglu fyrir verndun. Og það breytist ekkert, og transkonur eru náttúrulega karlar, það breytist ekkert. Mér finnst þetta ekki einu sinni snúast fordóma heldur bara einfaldlega, hvort set ég ofar í forgang hjá mér, öryggi barnanna minna, eða tilfinningar einhvers aðila sem að ég þekki ekki. En þá sérðu líka hvað hitt þýðir, sem sagt transkonur, hvar forgangsröðunin þeirra er. Því að mitt motto og mín sýn á þetta eru að góðir menn halda sér fjarri og virða mörk þeirra, kvennanna. Já, ég er sammála því. Þannig að ef þú ert ekki til í að vera góður maður í þeir liði, ég meina þá bara stendur þú að fellu með því. Já, mér finnst þetta svo fjarstæðukennt að sé verið að biðja mig að þarna sé aðili á ferð sem að þú veist, það er eitthvað bara í gangi ef þú þjáist að kynama. Við getum alveg rætt og höfum rætt, þú veist, mér er alveg sama það, en ef ég hef enga tilfinningu fyrir þekki ekkert til þín eða neitt, þá er mér alveg sama hvort þú ert meira að segja kallega kona. Ég treysti þér ekkert fyrir öryggi barnanna minna, skilurðu. Nei, en því miður þá er það bara þannig að ef við tökum bara þýðir kynferðisafbrotamenn, þá er það 99% karlar, skilurðu. Og það er þess vegna sem við erum með þessa verndun að konum steðjar ógn af körlum. Þú veist, þetta er bara staðreynd, skilurðu. En þeim steðjar ógn af körlum vegna þess að það er örlítill minnihluti af okkar þýði sem eru drullusokkar, skilurðu. Og það er verið að verja það er verið að verja það gagnvart þessu litla þýði með því að útiloka okkur alla. En eins og ég segi, góðir menn sætta sig við það og virða mörk kvenna. Í hvoru liðin ætlar þú að vera? Þú veist, þetta er sára einfalt. Já, mér finnst þetta rosalega góður punktur og einmitt þetta með að ég vil flokka þetta þannig að
okkur gremst, mér gremst og réttilega að þegar talaði að karlmenn brjóti á konum, vegna þess að karlmenn brjóti ekki á konum, þú veist, kynferðisafbrotamenn brjóti á konum. En eiginlega engum okkar finnst órökrétt eða ósanngjarnt að það séu ákveðnir, eins og þú segir, ákveðnar ráðstafanir gerðar til þess að þessi slæmi meirihluti geti ekki gert þetta. Og þetta finnst Slæmi minnihluti. Ég meinti það, slæmi minnihluti geti, þú veist, verið í aðstöðu til þess að brjóta á þeim. Og ég skil ekki af hverju þessum manneskjum sem að hafa hvað hæst þetta, að það sé mikilvægt að konur geti verið öruggar fyrir körlum, að sömu rök gildi ekki þarna. Það sé mikill minnihluti sem gerir þetta, en þú verður samt að gera öryggis hinna vegna, þá verður samt að gera ráðstafanir öryggis. En það náttúrulega búa til þess að hugsanatappa, sko, þú veist að transkonur eru konur, transkonur eru konur, transmenn eru menn, þú veist, transkonur eru konur, þetta er svona heilaþvottataktík, þú ert að búa til, maður kallar þetta, við kallum þetta hugsanatappi, þetta er svona thought terminating cliché, þú veist, þannig að transkonur eru konur, þannig að þú færð ekki eins og það þarft ekki eins og hugsa þetta, bara transkonur eru konur. En sannleikurinn er bara sá að transkonur eru ekki konur, þetta eru karlar. En það er bara búið að búa til þennan tappa, þannig að það lokar fyrir að þú rýnir eitthvað meira í þetta. Það er verið að segja eins og þetta sé staðurinn. Transkonur eru konur, en það eru ekki konur, það eru karlar. Þú veist, mér langar bara áður ég meina, ef ekki bara samanskapi að segja að hommarnir eiga að fara í kvennaklefann. Góð punktur. Þú veist, ég meina, við höfum alveg lent í þessari umræðu að einhverju körlum hefur fundist að vera óþægilegt ef hommi með þeim í sturtu og annað slíkt. En málið er það, hommar eru náttúrulega karlar og karlar geta varið sig, skilurðu. Og ef þú ert sko, get bara rétt ímyndaðar, ef ég var eitthvað að abbast upp að einhverja kallaskiluru í sturtunni í sundlauginu, þú veist, ég er bara tekin og pakka það saman. Það er bara þannig. Bara staðreynd. Ég hef einmitt tekið þetta dæmi með það er bara þannig. Hvað það eru margir kallmenn sem að og strákar og svona sem skilja ekki, þú veist, finnst ekki tiltökum mál að fatt ekki hvað þetta eru ókveikjandi staða fyrir konur í rauninni sem að þegar það upplifa sig ógnað á þennan hátt, en þeir skilja það þegar að ég setja í þannig samhengi, hvað ef að þú og Hafþór Júlíus værið einir í ykkur húsasundi og hann fær að segja óviðeigandi hluti við þig, þá myndir ekki finnast þú vera öruggur. Nei, og ekki einu sinni þá að Hafþór var í kjól. Nei. Ég bara tala dæmið, sko, eins og þeir skilja ekki af hverju að sé eitthvað að því að okkur finnst ekkert stórmál að kona grípi í klofið á okkur þegar ég er dyravörður, bara svona, gamla, þú veist, að þetta eru eiginlega oftast eldri konur sem eru orðnar fullar. Já. Við höfum allir lent í þessu, en við erum ekki skrifandi MeToo-sögur út allt. Nei, af því að okkur er ekki ógnað. Við höfum stjórn á aðstæðunum. Nei. Hún getur ekki neitt þetta á okkur. En þetta var Hafþór Júlíus og við værum þú veist, ég er ekkert að setja út á Hafþór Júlíus, ég er bara að nota vegna skríðarlegra aflmuna og stærðar. Ég er ekkert að segja að hann sé svona brotamaður, sko. Nei. Ég ætla bara að taka það skýrt fram. Ég vil ekki fá hann brjálaðan á eftir með. Nei, ég meina, ég hef alveg lent í svona kynferðislega áreitni að hálfu karla líka, skilurðu. En vegna þess að ég er karlmaður líka, þá er ógnin heldur ekki eins stór. Fattarðu hvað ég á við? Já. Hún er svona á jafningagrundvelli þannig séð. En já, ég skil þetta alveg með konu, en þarna erum við komin aftur inn í þetta gender empathy gap, þú veist, að við höfum, sko, að það er munur á samkenndin á milli kynjana. Þarna finnst mér það eiga líka á að vera munur á því vegna þess að í flestum tilfellum, eins og ég segi, I'm not complaining, ég er ekki að grænja þetta, ég er ekki skrifandi MeToo-sögur, skilurðu, og vælandi yfir þessu. Ef þið værið bara einhver staðar, þar sem enginn gæti komið til aðstoðar og kona væri að áreita mig, þá er ég ekki hættu vegna þess að ég ákveð hvað gerist næst. Hún getur ekki neitt mér til neins.
En ef það er öfugt, þá er það kallinn sem að, þá þarf konan að hugsa, ég vona bara að hún sé ekki alvara með þetta, því að annars er hún. Já, já. Þannig að fólk verður að skilja þetta. Ég er algjörlega þar og mér finnst að fólk verður að gera sig grein fyrir þessu. Einmitt. En já, ég held að séum bara búin að eiga helviti gott spjall. Ég óskaði bara alls. Mér finnst það, og þetta er búið að vera svona gott að geta tala svona tæpitungulaust og já, eins og ég segi, maður er búin að vera svona í pínu beisli. Ég ætla að vona það að maður verði ekki, að maður falli ekki í þessa gryfju eins og þú varst að segja, að hætta að vera maður sjálfur. Ég hef enga áætlun að vera það. Ef ég kemst inn á þing í næstu viku, þá held ég áfram að vera ég og segja það sem mér býr í brjósti, vegna þess að mér finnst það mjög mikilvægt að kjörnir fulltrúar segi og tjái skoðanir sínar og fái að tjá skoðanir sínar. Halló Rúf, að við fáum að tjá skoðanir okkar, og vegna þess að lýðræði er þannig að skoðanir þeirra sem í framboði eiga að fá að koma fram rétt og að fólk geti svo ákveðið sig hverja þau vilja sjá sem fulltrúa sína, og þá þurfa náttúrulega ólíkar skoðanir og sjónarmið að fá að heyrast. Og mér langar bara rétt áður en við kveðjum að benda fólki, sérstaklega your haters, of which there are plenty, að horfa á viðtalið við þig hjá henni Kittu Svartdal í Fullorðin sem líka á broadcast. Er hann í opinni dagskrá? Já, hann í opinni dagskrá og líka á YouTube. Hvað segirðu, líka? Og hann líka á YouTube í fullri lengd á mig minni. Og svo var náttúrulega að koma út podcast með mér í gær hjá tveimur klíniskum sálfræðingum. Önnur þeirra í New York og hinn í Dublin. Sasha Ayat og Stella O'Malley. Það heitir Gender a Wider Lens. Þannig ég mæli með því. Sendu mér linkina og ég set það setja fyrir neðan í description. Ég skal gera það. Þannig að bara helviti gaman að spjalla við þig, eins og venjulega. Já, takk og sömuleiðis, og bara vonandi að við bara hittust í kjötinu bráðlega. Herru, segjum það, meistari. Gerðu, segjum það. Blóðsóður. Adiós, kjósi lýðræðisflokkinn.